Það er hæglega hægt að útfæra völundarhús í keppni milli tveggja keppenda. Það er hægt að stilla tveimur nemendum upp á móti hvorum öðrum og leyfa þeim að hafa fyrir framan sig hróka, riddara, biskup og drottningu. Sá sem er með hvítt, hann má velja hvaða maður er notaður og hann setur hann inn á borðið hvar sem hann vill. Andstæðingurinn setur mann af sömu gerð líka inn á borðið hvar sem hann vill og svo er verkefnið þeirra að raða peðunum sínum inn á borðið, helst á hentuga reiti þannig að andstæðingurinn geti ekki náð þeim. Þannig við skulum ímynda okkur að hvítu velji sér biskup og setja hann inn á borðið, hérna á B3, og svartu velji sér líka biskup og setur hann til dæmis á F6. Það er ágætis regla að hvítu seti biskupinn sinn á hvíta reit og svartu sinn biskup á svarta reit og svo ætlar hvítur að raða sínum peðum á svarta reiti, þannig að biskup andstæðingsins verður að eiga möguleika á því að drepa þau. Þannig við skulum ímynda okkur að hvítur raði peðunum sínu bara einhvers staðar á hentuga staði. Þetta eru 8 peð sem það þarf að raða. Segjum bara svona, hérna eru komin 8 peð og svartur raða sínum peðum á hvíta reitið þannig að hvítur geti drepa þau en samt þannig að hann eigi erfitt með það. Þannig að þetta reynir svona á útsjóna sem ég nefndi þarna líka í leiðinni. Segjum bara svona og svo hefst þá leikurinn og hér sjáum við stöðuna sem við erum komið með og leikurinn er þá þannig að markmið hvíts er að drepa svörtu peðin og svartur ætlar að drepa hvítu peðin og svo sem er á undan að drepa peð andstæðingsins, hann vinnur leikinn. Peðin geta aldrei hreyft sig frekar en venjulega í völundarhúsi þannig að hvítur getur farið með biskupinn sinn hvert sem er. Aðalmarkmið er að stilla honum upp þannig að hann hóti peðunum. Þannig að þetta þjálfar rauninni það að færa mennina til og láta það hafa eitthvað skotmark. Þannig að hér getur hvítur til dæmis byrjað á því að fara með biskupinn sinn kannski niður á C2. Þannig að hann hóti þá peðunum hérna á B1 og E4. Svartur getur farið með sinn biskup kannski á G7 þannig að hann hóti peðunum á F8 og H6. Og svo bara hefjast keppendur handa við að drepa hjá hvorum öðrum og svo sem er á undan hann vinnur leikinn. Það eru margar útfærslur á þessum leik og það er hægt að nota alla mennina og hafa hvaða reglu sem er. En þetta er svona lítil og einföld keppni samt með góðum markmiðum og þjálfar hugsa svolítið fram í tímann og að stilla mönnunum sínum upp þannig að þeir hóti einhverjum. Sjáum hérna dæmi völundarhús þar sem að báðir keppendur hafa hróka inn á borðinu. Hvítur hefur stillt sín hróka upp á B2 og svartur á H7 og þeir eru búin að dreifa peðunum með borðið. Og markmiðið hjá hvítum er að ná svörtu peðunum að hann þá að hugsa hvert ætli sé best að fara með hrókið minn þannig ég geti drepið peðin og fyrir reynda nemendur þá geta þeir hugsanlega hugsa svolítið langt fram í tímann hvort ætli sé betra fyrir mig að fara með hrókin hingað og drepa hér næst eða ætli sé betra fyrir mig að fara á B3 til að geta drepið hér og svo hér og eftir. Þannig að það eru margar útfærslur á þessum leik og þetta reynir á missterka nemendur. Mjög gagnlegur leikur að mínu mati til þess að kenna mennina og hvernig þeir hóta og hreyfa sig.